Þá koma fjórða lið á dagskrá. Niðurstöður átakshóps aukið framboð á íbúðum og aðrar aðgerðir til að bæta stöðu á húsnæðismarkaði og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kannski langur fundur og kannski ekki skemmtilega að byrja langa lestur, en ég ætla að vona að ég tekki nú ekki allt of langa tíma. En hér tökum við til umræðu niðurstöður átakshóps aukið framboð á íbúðum og aðrar aðgerðir til að bæta stöðu á húsnæðismarkaði. Hópurinn var skipaður af forsætisráðherra í byrjun desember síðastliðinn og var honum ætlað að koma með tillögur í húsnæðismálum sem ætlað að auka framboð á íbúðum og ekki síður að bæta stöðu á húsnæðismarkaði. Tillögur hópsins sem lagðar voru fram 22. janúar síðastliðinn voru ansi viðamiklar og hafa víðast hvar fengið jákvæð viðbrögð. Það helst að menn hafa rætt að tillögurnar séu full höfuðborgarmiðaðar og það má með sanni segja það má til sanns vegar færa. Hins vegar eru í tillögunum ansi margar aðgerðir sem snerta sveitarfélög í landinu og okkur þá líka ekki sérstaklega okkur. Við erum stórt sveitarfélag sem að tillögurnar ná til. Og eins og segi, ástæðan fyrir því að við tökum þetta hér til umræðu að mikið af þessum tillögum snerta sveitarfélög í landinu og mikilvægt að við séum meðvituð hvað þessar tillögur snúast og hvert hlutverk okkar og þá annarra sveitarfélaga í landinu gagnvart þessum aðgerðum. Eins og flestir sem fylgst hafa með umræðinu þá lagði aðgerðahópurinn til 40 aðgerðir til að bregðast við vanda á húsnæðismarkaðnum. Tillögunum var skipt upp í 7 yfirflokka. Áframhaldandi uppbyggingu og almenna íbúðakerfisins samkvæmt lögum nr. 52/2016. Í öðru lagi önnur uppbygging til að auka aðgengi tekjulágra að íbúðum á viðráðanlegu verði. Í þriðja lagi var leiguvernd, öruggur leigumarkaður. Fjórði yfirflokkurinn sneri að skipulags- og byggingamálum. 5. að samgöngum. 7. að ríkislóðum og 7. og síðasti yfirflokkurinn fjallaði mikilvægi upplýsingagjafar húsnæðismál. Undir þessum yfirflokkum voru eins og áður sagði 1040 aðgerðir mismargar í hverjum flokki. Það væri að æra óstöðun að fara að tíunda allar þær aðgerðir sem settar eru fram, en hins vegar ætla ég hér á eftir að tæpa þeim helstu sem að okkur snúa. Ef við byrjum á fyrsta yfirflokki, það er að segja áframhaldandi uppbygging almenna og íbúðakerfisins, þá eru 7 aðgerðir undir þeim flokki. Þar er fyrst að nefna tillögu 1. Þar er lagt til að ríki og sveitarfélag auki fjárveitingar til stofnframlaga á næstu árum. Eins og bæjarfulltrúar muna eflaust, þá gera lögin almenna íbúðir ráð fyrir því að stofnframlag sveitarfélaga sé 12% á móti 18% framlagi ríkisins. Bæði ríki og sveitarfélögum heimilt að hækka þetta framlag, sveitarfélögum 4% vegna svæða þar sem skortur á leiguhúsnæði og ríki getur á sama hátt auki framlag 6% vegna þess. Auk þess sem ríki getur bætt öðrum 4% við ef er að ræða íbúðarhúsnæði á vegum sveitarfélaga og vegna íbúðarhúsnæðis sem ætlað öryrkjum og námsmönnum. Í fjárhagsáætlun okkar fyrir árið 2019 eða yfirstandandi ár gert ráð fyrir 110 milljónir króna vegna stofnframlags á árinu 2019 og það reiknað með framlagi vegna kaupa Brynju hússjóðs Öryrkjabandalagsins á 10 íbúðum. Auk þess sem gert ráð fyrir fyrstu greiðslu vegna uppbyggingar til Bjargs íbúðafélags félagið að hefja byggingar á 30 íbúðum í Guðmasaga og hyggur á frekar uppbyggingu á komandi árum. Við höfum gert ráð fyrir 75 milljónir króna af stofnframlagi á árunum 2020 til 2022. Komi þessa fjárhæðir ekki til með að duga, munum við að sjálfsögðu bæta í áætlun og munum endurmeta stöðuna við gerð fjárhagsáætlunar 2020. Þannig að það má eiginlega segja að við séum búin að gera ráð fyrir nokkuð drjúgum framlögum á næstu árum. Það er spurning hvort að þetta dugar á þessu ári, þessar 75 milljónir sem reiknað eru með til íbúðafélagsins Bjargs, en þá munum við bara bæta í það. Þetta fellur undir framkvæmdir og þetta er langtíma fjárfesting, en það er náttúrulega vilji okkar til þess að uppbyggingin verði á þessum íbúðum. Þá ennfremur í þessum aðgerðum gert ráð fyrir að tekna verði upp viðræðum að lögfesta skyldu sveitarfélaga til að taka þátt í uppbyggingu á almennum leiguíbúðum og að ráðstafa í skipulagi 5% af byggingamagni til uppbyggingar í félagslegu leiguíbúðarhúsnæði. Að þessu þarf að huga við gerð húsnæðisáætlana sveitarfélaga. Það má segja að við séum
farnir að gera svolítið í þessu við, eins og framkom í máli Tryggva formanns skipulagsráðs hér áðan, þá höfum við gert breytingar á reglum úthlutunarreglum þar sem að óhagnaðardrifin fasteignafélög eru sett í forgang, þannig að við erum svona aðeins fann að bregðast við þessu, þannig að við telum okkur vera bara standa nokkuð vel að við í þarna. Aðrar aðgerðir þessum yfirflokki sem snúa að sveitarfélögum er að í forgang verða sett að uppbygging byggð á stofnframlögum verði þar sem góðar almenningssamgöngur eru fyrir hendi. Þessi aðgerð er náttúrulega svolítið höfuðborgarsvæðis miðuð. Það er náttúrulega kannski okkar sveitarfélagi kannski ekki stórt atriði en af því að við erum oft kallað okkur 5 mínútna bæinn, en þetta er svona aðgerð sem að snýr frekar að höfuðborgarsvæðinu. Þá er jafnframt lagt til að stærri hluti stofnframlags komi til útgreiðslu við samþykkt umsóknar sem er aðgerð sem snertir bæði ríki og sveitarfélög og við þurfum að hafa í huga þegar kemur að samþykkt stofnframlega. Í yfirflokku 2 sem snýr að uppbyggingu til að auka aðgengi tekjulágra að íbúðum á viðráðanlegu verði eru 3 aðgerðir sem snúa ekki beint að sveitarfélögum en er að mínu mati afar jákvæðar aðgerðir. Alls eru 6 aðgerðir sem falla undir 3. yfirflokkin, þar segir að leiguvernd öruggur leigumarkaður. Þarna eru lagðar til aðgerðir sem snúa að leigumarkaðnum sem að mínu mati eru afar brýnar. Í gögnum sem fylgdu með þessum tillögum þá vakti athygli mína hversu hátt hlutfall íbúða Akureyrar eru leiguíbúðir. Það er 10,4% samkvæmt úttekt Íbúðalánasjóðs og Centers og þar eru við í öðru sæti hvað varðar hlutfallið, aðeins Reykjanesbær er með hærra hlutfall og erum í rauninni í 3. sæti yfir fjölda leiguíbúða og erum þar hærri heldur bæði Kópavogur og Hafnarfjörður sem eru með þó mun fjölmennir sveitarfélög. Þannig að leiguíbúðir eru stór partur okkar samfélagi og þessum er akkúrat þetta ákvæði hagsmuni leigu og leiguvernd og öryggi á leigumarkaðinum mikilvægar. En tillögurnar snúa meðal annars á því að bæta réttarstöðu leigjenda, auka fræðslu og meira gagnsæi á markaðnum. Svo aðgerð sem snýr að sveitarfélögum í þessu flokki er að sveitarfélög fá heimild til með ákveðnum skilyrðum til að flokka íbúðir sem eigandi býr ekki í eða er ekki í langtíma leigu sem atvinnuhúsnæði. Mér þykir þetta afar athyglisvert tillaga. Þarna er gert ráð fyrir svokölluðu tómt hús að gjaldi sem gerir ráð fyrir að leggja megi á hærri fasteignaskatt á íbúð sem er án búsetu. Ég hef lengi talið að þetta væri atriði sem ætti að huga að. Í tillögunum er hins vegar sett skilyrði sem byggja á að skortur þurfi að vera á húsnæði til að hægt sé að beita þessari heimild. En ég hef hins vegar viljað skoða hvort eðlilegt sé að álag sé á fasteignaskatt þar sem húsnæði er án búsetu þó heldur sé skarpt að fara alla leið upp í sama gjald og á atvinnuhúsnæði. Í 4. yfirflokki skipulags- og byggingamál er gert ráð fyrir 11 aðgerðum sem snúa að skipulags- og byggingamálum og flestar aðgerðirnar snúa beint að sveitarfélögum. Þarna er meðal annars lagt til aukið samstarf og opinbera aðila sem liði í því að auka yfirsýn yfir skipulags- og byggingarmál og ekki síst rafræna stjórnsýslu. Þá er lagt til einföldun á regluverki skipulagsmála, auðveldari deiliskipulagsbreytingar, sveigjanlegri skipulagsskilmála, samræmingu byggingareglugerða og útvistun byggingaeftirlits svo dæmi séu nefnd. Þetta eru flest allt aðgerðir sem mikilvægt er að unni verði í góðri samvinnu við sveitarfélög í landinu. Í yfirflokki 5 eru 4 tillögur til aðgerða sem snúa nær eingöngu að höfuðborgarsvæðinu og yfirflokkur 6 snýr eingöngu að tillögu að samkomulagi millir ríkis og Reykjavíkurborgar. Í síðasta flokknum, það er að segja yfirflokki 7, eru gerðast tillögur 7 aðgerðir sem snúa mikilvægi upplýsinga húsnæðismál. Þar er skírskotað til mikilvægi opinbera aðila til að halda utanum, safna og miðla upplýsingum. Þarna er meðan annars lagt til átak í upplýsingum fjölda óskráðra íbúða, átak verði gert í lögheimilisskráningum en sú aðgerð sem beint snýra í sveitarfélögum er áhersla á vinnslu húsnæðisáætlana. Góðir bæjarfulltrúar, ég hef hér að framan farið yfir helstu tillögur til aðgerða í þeim 40 aðgerðum sem aðgerðahópurinn lagði til og á nokkurs konar hundavaði. Ljóst er að mikilvægt er að vinna við útfærslu á tillögum þessum sé unnin í góðu samstarfi allra aðila og mikilvægt að sveitarfélögin séu virkur þátttakendur í þessari vinnu. Aðgerðum þessum er ætlað að styrkja húsnæðismarkaðinn í landinu og er því afar mikilvægur hlekkur í þeim kjaraviðræðum sem nú eiga sér stað.
Það ljóst að húsnæðismarkaðurinn í dag bindur meðal annars tekjulægri þjóðfélagshópa og ungt fólk í ákveðna fjötra og það verkefni okkar allra að leysa það. Ég vil svona í lokin leggja fram svoleiðandi ályktun til samþykktar hér í bæjarstjórn. Bæjarstjórn Akureyrar lýsir ánægju með framkomnar niðurstöður átakshóps aukið framboð á íbúðum og aðgerðir til að bæta stöðu á húsnæðismarkaði. Mikilvægt að fulltrúar sveitarfélaganna taki beinan þátt í þeirri vinnu sem framundan við mótun og eftirfylgd tillagnanna og lögð áhersla á að útfærslu verði einfaldar í framkvæmd og verði ekki of íþyngjandi fyrir sveitarfélög í landinu. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu og orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég get ekki á mér setið að taka hana eitt atriði út úr að ræða það og það 5 mínútna bæinn Akureyri. Þetta nefnilega 5 mínútur á bíl bæinn Akureyri og ég held að einmitt mikilvægi almenningssamgangna sé svolítið vanmetið. Við að ræða kannski þessar húsnæðistillögur sem að mér finnst frábærar og tek heilsugar undir bókunina. Við að ræða þetta hluti af því að reyna að jafna kjör fólks og hluti af því að jafna kjör fólks getur líka falist í því að gera fólki kleift að eiga ekki bíl vegna þess að bíll alveg óbúslega dýr í rekstri. Þannig að ég vil bara svona segja sko að það misskilningur sko að þetta skipti ekki eins miklu máli á Akureyri, þetta skipti bara máli og sérstaklega þegar við að tala húsnæði og staðsetningu og samgöngur í svona undir þeim formerkjum að jafna kjör að þá almennir samgöngur gríðarlega mikilvægar. Ég vildi bara segja þetta. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu, orðið laust. Það ætla ég að biðja varaforsta að taka við stjórn og að gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við að ræða hérna tillögur í 4 tillögum sem að þessi starfshópur kom fram með sem afar áhugaverðar og mikilvægar og ég held að þetta sé fínt skref. Mér þykir þó, þú veist, þegar ég fór að lesa þetta betur, þetta vera alveg mjög höfuðborgarmiðað eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Guðmundar Baldvins og saknaðist pínu að það svona sambærilegar tillögur sé ekki fyrir restina af landinu. En þá, þú veist, maður getur ekki bara kannski erfitt að vera gagnrýna það sem fram komið, þetta þó komið fram fyrir þá höfuðborgarsvæðið og einhverju leyti eitthvað sem nýtist okkur vel og öllum sveitarfélögum, en annað svona, samt skrítið. Það eins og til dæmis ef við tökum bara tillögu 2 með leyfi forseta, setja verði í forgang við ráðstöfun stofnframlaga og annar opinberra framlaga vegna uppbyggingar og íbúðar leiguhúsnæði, verkefni þar sem góðar almenningssamgöngur fyrir hendi. Þarna finnst mér þetta eiginlega, mér finnst þetta bara ekki alveg nógu gott að það sé sett í forgang þar sem almenningssamgöngunar fyrir hendi. Hvað með alla þá staði þar sem við búum ekki við almenningssamgöngur og svo seinna í tillögunum einmitt gerð tillaga að því að efla enn frekar almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þú veist, við allt landið, og þá ég nú ekki að segja, það segja ríkið og allir, við ætlum að fara í það að byggja upp almenningssamgöngur á Suðvesturhorninu sem verður þá til þess að húsnæðisuppbygging verður sett í forgang þar og svo við á hinn bóginn alltaf að velta fyrir okkur hvernig stendur á því að dreifða byggðir í vandræðum. Og við komum ekki með alvöru tillögur þar. Mér finnst einhver leyti ættu við kannski ekki að mótmæla, en það má allavega velta því fyrir sér að vera með svona inn í tillögum sé ekki endilega jákvætt. Hvað varðar þessar tillögunum sem að
snúa bara almenningssamgöngum og stofnbrautum innan höfuðborgarsvæðisins, það bara snúa bara algjörlega því og svo tillaga hérna númer 33 sem svolítið sérkennileg og með leyfi forseta, hún hljóðar svo: ríkið og Reykjavíkurborg náðu samkomulagi að hefja skipulagningu Keldnalands. Og það getur vel verið, að þetta sé mjög mikilvægt og það vissulega til þess að ná að skipuleggja hérna annan áfanga í borgarlínu, en það skrítið að svona stór hópur og svona fjölmiðlar komi með bara ákveðið svæði og taki það sérstaklega fram líkt og með borgarlínu og þá segi ég, þetta svolítið bara eins og hópurinn hafi hort á þetta svæði, þarna stóra vandamálið, unga fólkið fær ekki húsnæði og þeir sem eru tekjulágir nógu ódýrt húsnæði eða nógu gott aðgengi að húsnæði og þá skulum við leysa það og við skulum öll fara í að bæta almenningssamgöngur á þessu svæði og þarlendi setja allt í forgang þar. Þetta eina svona áhyggjuefni sem ég hef við allar þessar tillögur, annars þetta bara mjög gott og margt eins og bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur kom inn á sem getur gagnast okkur bara gríðarlega vel hér á Akureyri. En ég velti fyrir mér svona smærri sveitarfélögum hérna víða land. Það svona, já, þetta einhvern veginn rýmar ekki kannski við þeirra plön og áætlanir. Aðeins til umhugsunar. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og ég færi aftur stjórn fundarins. Já, takk fyrir það. Það orðið laust til næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla ekki að lengja þessu umræðu, ég held að við getum öll verið sammála það að þetta mikilvægar tillögur sem komnar hérna fram og skipta miklu fyrir mjög marga í þessu landi og verða vonandi til þess að auðvelda kjarasamningsviðræður. Hins vegar það sem að mér fannst kannski líka athyglisvert í þessu ekki komið hérna fram nema að það farið fram hjá mér þegar bæjarfulltrúi Guðmundur var að fara yfir málið. Það þetta með samræmingu byggingar reglugerða og vinnslu mála, bæði það að þetta verði einfaldað, þetta verði samræmt og það verði svona kerfið syns verði fljótvirkara og ég tel að þetta sé til dæmis eitt sem að við eigum að taka dálítið til okkar. Það er oft rætt hér og kannski kom nú lítið inn á það í umræðunum í skipulagsmálin áðan að það væri allt miklu flóknar að takast á við það að fá byggingarleyfi og úttektir og annað hérna á Akureyri heldur en fyrir sunnan og víða annar staðar. Þannig að það kannski bara eitt af því sem bara gott fyrir okkur að fá þessu samræmingu og líka meiri sveigjanleika eins og hér talað um. Þetta hefur til dæmis valdið því að íbúðarverð hefur hækkað kannski óþarflega mikið. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja að þakka Guðmundur Baldur kærlega fyrir þessa yfirferð. Ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur sem sveitarfélag að setja okkur einmitt inn í áætlanir og vinnu sem verið að gera hjá ríkinu og ég vil taka undir það í fyrsta lagi að þetta eru frábærar tillögur svo lengi sem það ná eitthvað fram að ganga auðvitað, og svo sem ekkert einhverjar sérstakar þarna algjörlega nýjar á nálinu en margt sem að má læra þeim, en þeim langaði þess að taka þetta sem að bæjarfulltrúi Halla Björk var að ræða og horfa líka svolítið í spegil með okkur ef við skoðum vinnuhópin sem að skiluðu niðurstöðum til átakshópsins og myndum skoða með byggðaglerunum hvar búa umræddir einstaklingar, þá get ég svona í fljótu bragði sé að þeir eru á suðvesturhorninu, aðallega í höfuðborginni, töluvert nokkrir fulltrúar Reykjavíkurborgar sérstaklega og síðan sambandsins þá fyrir okkar hönd. Og þegar að Guðmundur Baldur fór yfir þessar tillögur og ekki síst húsnæðismarkaðinn hér á Akureyri, þá verð ég að viðurkenna að ég áttaði mig ekki á því að hlutfall leiguíbúða væri svona hátt hér á Akureyri og kannski vísbendingum að við þurfum kannski líka að sýna frumkvæði að því að kanna hagsmuni þessa hóps sérstaklega
og koma kannski okkar frumkvæði og einmitt með umræðu eins og þessari hér í dag og okkar bókun vilja til þáttöku til að koma sjónarmiðum til að mynda þessa sveitarfélags á framfæri. Þannig ég held að svona, og við getum líka stundum bent á það ansi oft þar sem verið að tala heildrænan vanda eða mögulegar lausnir og þeir sem kallaðir á borðinu búsettir á suðvesturhorni landsins og þeirra veruleiki eins og gefur að skilja miðjan undir manns eigin iljum og þar af leiðandi veruleikin algjörlega og næstu því aðeins í manns næsta umhverfi. Hins vegar auðvitað hægt að segja þegar við nefnum eins og tillögu númer 2 þar sem að samgöngur góðar eins og það var orðað að það náttúrulega að almenningssamgöngur til dæmis á Akureyri hljóta að teljast nú ansi góðar og það ætti nú þá hreinlega bara að fara í forgrunna að byggja upp leiguíbúðir á Akureyri. En þetta kannski minnir okkur líka á sem bæjarstjórn að taka svolítið frumkvæði að því að koma okkar sjónarmiðum og bjóða fram okkar álit og gögn og þáttöku í almennri umræðu í íslensku samfélagi. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínum. Það byrði hana að taka við stjórn aftur og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti ágæti bæjarfulltrúi Hilda bara aðeins koma upp. Ég ætla bara að taka það fram. Ég afskaplega ánægð með þessar tillögur að það skuli vera framkomnar. Og ég held að einmitt að tækifæri fyrir Akureyri per se séu gríðarleg. Ég var bara að velta fyrir mér svona öðrum minni sveitarfélögum á landsbyggðunum. Við höfum einmitt, má segja, góðar samgöngur, maður fer eftir náttúrulega hvað kallast góðar og það þá sem samanskapi hægt að segja að Reykjavík séu góðar almenningssamgöngur en það á að fara í að byggja og hraða uppbyggingu til þess að þau komast í enn meiri forgang. Það var bara það sem ég vildi benda á að þú veist við kannski tillögurnar snúa svolítið að þessu en að öðru leyti og það margt annað gott í þessari bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á, ég held að þetta sé alveg gríðarlega mikilvægt að vera með samræmda reglur byggingargerðinar og eða þú veist hvernig við afgreiðum það þannig að þú veist að það margt mjög jákvætt bara svo það komið fram ég alls ekki móti þess ég var bara þú veist þegar maður lesi þetta yfir þá hugsa maður með sér ok búi ég í bara segjum á Húsavík þú veist hvað á hérna við mig skilji Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið í máli sínu og ég færi eftir stjórn fundarins. Takk fyrir það, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúi, ætlar ekki að vera lengi umræðan mikið en langa aðeins að bregðast við það sem komið hér fram var þetta sem Sóley sagði 5 mínútna bæi það var þetta ekki í skrifuðu ræðinu minni þannig að þetta misti út mér kannski þetta kannski ekki alveg á full kærlust þarna en alveg það rétt hjá en auðvitað verðum við að átta okkur á því að þegar við erum að byggja upp svona íbúðir þá erum við líka að hugsa það að geta boðið fólki upp á það að vera bíllaust og þá náttúrulega erum við með almennt samgöngur hér í bænum og það eitt af því sem við svona höfum sterkt okkur af að við erum með þær ókeypis svo alltaf deilt það hversu tíðar það séu og hvort að menn geti nýtt sér það en auðvitað náttúrulega getum við sagt það að Akureyri sé nú með almennt samgöngur sem eru svona nokkuð góðar Halla Björk gagnrýndi þetta og það sagði þetta var höfuðborgarmiðar og ég tek alveg undir það að tillögurnar eru höfuðborgarmiðar hún kallaði eftir og var að velta fyrir sér hvað aðgerðir hefði verið fyrir minni sveitafélag og það nú eitthvað tilraunarverkefni sem í gangi núna sem ný hafi þar sem að sveitafélag voru kölluð á borðinu og gátu komið með svona eitthvað tilraunarverkefni í uppbyggingu með félagsmálaráðuneytinu þannig að meðal annars Hörgársveitir í þessu verkefni og Norðurþing og fleiri þannig að það svona kannski það alveg fyrir utan þetta en það ekkert sérstakt í þessum aðgerðum sem beint snýr að minni sveitafélögum nema þá stoppstyrkirnir að þeir stofnframlögin að þau skipta máli og það eitthvað sem að sveitafélög svona kannski horfa til og þá spurning hversu mikið þessi óhagnaðardrifnu félög eru tilbúin að fara út á landið og ég held að það eftir að aukast þetta búið að vera núna þetta náttúrulega höfuðborgarsvæðinu og Akranesi hér í okkur svo dæmis ég nefnd og þetta eitthvað sem að ég held að eftir að verða meira ég
myndist á samræmingu byggingareglugerðar Gunnar bæjarfulltrúi í mínu máli, en það var ágætt að hann kom inn á það vegna þess að það er akkurat það sem við þurfum að skoða, að við séum að reyna að samræma og bæta vinnubör, einfalda og ná fram meiri skilvirkni. Það er með lykilatriði. Og ég tek undir með bæjarfulltrúi Hildu það að það var athyglisvert hversu hátt hlutfall í þessari samantekt Íbúðalánasjóðs hlutfall leiguíbúða hér í bænum og það sýnir það að þessi yfirkafli leiguvernd og hagsmunir leigjenda er mikilvægur fyrir okkur á þessu svæði, það er ljóst. Annað var ekki. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sinni orðið er laust. Þessi fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þá segir þessum liður lokið. Já. Les upp ályktunina hefum til samþykktar. Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar lýsir ánægju með framkomna niðurstöður átakshóps aukið framboð á íbúðum og aðgerðir til að bæta stöðu á húsnæðismarkaði. Mikilvægt er að fulltrúar sveitarfélaganna taki beina þátt í þeirri vinnu sem framundan er við mótun og eftirfylgd aðgerðanna og leggur áherslu á að útfærslur þeirra verði einfaldar í framkvæmd og verði ekki of íþyngjandi fyrir sveitarfélög landinu. Þeir sem geta samþykkt þetta gefi merki. Það eru 11, takk fyrir það og þá segi ég þessum liður lokið.